langar að byrja á því að þakka Geðhjálp fyrir að bjóða mér hingað í dag. Mér finnst okkur sem að getum talað þessa hluti opinberlega bera hálfgerð skylda til þess að gera það. Ekki síst fyrir alla hina sem að geta það ekki og eiga í svipuðum málum. Þannig að ég vil fagna þessu framtaki og þessum frábæru erindum sem við erum búin að hlusta hérna á í dag. Það verður alveg ótrúlega lærdómsríkt að sitja hérna. Svo verði ég líka bara að minnast á það að við Erla, við eiginlega lítum út eins, við erum í sama hárið, við erum í sama dressinu, báðar með gleru, svipaðar í laginu, þú veist. Við störfum báðar í fjölmiðlum og eigum báðar fortíð í geðkerfinu líka. Ég nefnilega blaðamaður á DFF í dag en eins og Erla sagði og þið vitið, þá var ég hjúkrunarfræðingur á geðdeild og í rauninni gegnum minn feril sem hjúkrunarfræðingur þá hef ég starfað einungis á geðdeildum. Ég ekkert góð í neinu öðru heldur en því. Ég ætla að segja ykkur frá því þegar sonur minn veiktist og þegar ég þurfti að fara úr hlutverki hjúkrunarfræðingsins og yfir í hlutverk aðstandandans. Dálítið hratt. En fyrst langar mig að segja ykkur frá aðdragandanum af því að ég fékk nefnilega smá æfingu 20 árum áður. Þá var ég líka hjúkrunarfræðingur á geðdeild og þá veiktist nefnilega barnsfaðir minn. Og hann fór í áfengismeðferð og eiginlega bara kolklikkaðist þar á fyrsta fundinum. Var bara alveg snar og var lokaður á Kleppi heil lengi. Reyndar hjá yndislegu fólki, hjá henni Maríu minni sem situr hérna í salnum, einhvers staðar. Og eflaust eru fleiri sem þekktu hann Jóhann Pálmason hét hann og var listamaður og garðyrkjumaður. Hann var svo mikill listamaður þegar hann lá inni að það þurfti að takmarka pappírinn sem hann fékk og þá gerði hann bara listaverk á klósettpappírinn og hann var sjálfsprotti orkukerfi og var bara í mjög flippari maníu mjög lengi. En þarna greindist hann sem sagt með geðhvarfasýki og meðan hann lá inni þá var ég ansi dugleg við að fara með son okkar og heimsækjan. Og það þótti nú ekki öllum þannig sérstaklega góð hugmynd að fara þarna með barnið í þessar stórhættulegu aðstæður inn á Klepp, ertu brjáluð, sagði fólk. En allavega þá hlupu þeir þarna saman gangana og voru auðvitað alltaf miklu fagnaðarfundir. Þannig að þetta var svona mín fyrsta æfing fyrir það sem átti eftir að koma. Það sem að gerist auðvitað þegar að foreldri greinist með geðsjúkdóm og vitað að þessi geðsjúkdómur akkurat að hann hefur mjög sterkur ættarþáttur, ættgengisþáttur í honum. Að þá getur móðir að sjálfsögðu valið að nota tíma sinn í að hafa áhyggjur. Og það gerði ég, heldur betur. Árum saman þá hafði ég áhyggjur og ég hugsaði það hvernig það yrði nú ef hann myndi veikjast. Og auðvitað skilaði þetta mér engu nema einhverjum áhyggjurhukkum. En þetta kannski pínlítið óhjákvæmilegt og það var svona svolítið eins og það var svolítið skýjað, það voru svolítið dökk ský í einhver ár. Sérstaklega þó þegar að við mistum hann Jóa, af því að hann laut í lægra haldi fyrir sínum sjúkdómi og fram til sjálfsvíg árið 2007. Fyrir lítinn strák, ungling, þá það þetta skelfilegt áfall að missa pabba sinn á voveiflegan hátt. Ég bjó út í útlöndum á þessum tíma og hann bjó hérna heima hjá pabba sínum og með hans fjölskyldu og litlum systkinum. Þannig að það var mikil dramatík í kringum þetta dauðsfall. En því miður þá var Jói bara svo veikur að hann sá ekki aðra leið og honum fannst hann vera að gera okkur óskaplegan greiða með því að hverfa á braut. Þannig að ég beið. Hlynur átti auðvitað erfitt eftir andlát pabba síns. Hann var í dálítilli grasneyslu á tímabili og það voru merki að kannski myndi hann nú mögulega veikjast.
Hann var dálítið kvíðinn stundum. Það var erfitt í skólanum, hann féll alveg hægri vinstri, menntaskóla. Og í nokkur skipti að þá fór hann í hálfgert geðrofsástand. Það voru myndavélar sem fylgdust með honum, síminn hans var hliðraður og það var svona ýmislegt sem að var svona frekar óhugulegt að horfa upp á. En á þeim tíma vonuðum við alltaf að þetta væri tengt neyslunni frekar en að hann væri að þróa með sig geðsjúkdóm. Síðan gerðist það síðasta haust að þá veiktist Hlynur, eða síðasta vetur, það var í nóvember. Og þeim tíma var ég starfandi sem hjúkrunarfræðingur á bráðageðdeild 32C. Það var einhver aðdragandi. Þetta kom náttúrulega ekki bara alveg eins og þrumaður heiðskír í lofti. Allt sumarið hafði hann verið svolítið svona virkur á Facebook í alls konar samsæriskenningum og hann var mikið að tala fjármálakerfi heimsins og ýmiss konar kenningar varðandi það og 9/11 og svona hitt og þetta. Og þetta hafði farið dálítið stigmagnandi. Hann var líka orðinn pínu svona auðveldlega pirraður og ákafur stundum sem eru ólíkt honum. Hann er einstaklega ljúfur drengur með mikið jafnaðargeð, þannig að hann var svolítið ólíkur sjálfum sér. En þannig eftirmiddag að þá hringdi kærastan hans í mig og bað mig að koma. Hún sagði, ég held að Hlynur sé orðinn veikur og ég held að verður að koma og hjálpa okkur. Ég heyrði aðeins í honum, hann var frekar ruglaður og dreif mig bara til þeirra í íbúðina sem að þau leigðu upp í Breiðholti. Og þarna var kærastan ólétt og hann var alveg kolruglaður. Sem betur fer að þá hafði hann enga paranoju út í okkur. Og þetta er nú kannski lottavinningurinn okkar í þessu öllu saman að hann er einstaklega heppinn með það hvernig hans sjúkdómur hefur birst allavega hingað til. Það sem ég hef upplifað á geðdeildum er að oft er þetta erfiðasti hluturinn að koma fólki undir læknishendur og að gera því grein fyrir því að lyfin geti hjálpað og að fá það til þess að treysta bæði aðstandendum og síðan umönnunar aðilum. En í tilfelli Hlyns þá var þetta auðvelt. Hann var alveg til í að koma með okkur á geðdeildina. Honum leið illa, hann var farinn að sofa illa. Seinna og bara fyrir nokkru dögum síðan, þá sagði hann mér, ég hefði samt örugglega aldrei komið með ykkur nema ég var alveg handviss að þið verið að fara með mig annarkvort til Bandaríkjanna eða til himnaríkis. Og svo sagði hann mér, já, svo fór eitthvað að sofa og vaknaði og kom hann fram og var eitthvað svona fólk á stólum og ég held að þetta væri fólk að bíða eftir að komast inn í himnaríki. Þannig að hann var svona eiginlega ennþá veikari heldur en við gerum okkur grein fyrir. Hann laðist inn og við fórum í gegnum bráðaþjónustuna. Það var svona fyrsta merkilega upplifunin í rauninni af því að vera hjúkrunarfræðingur. Sjálf hef ég unnið á bráðaþjónustunni, verið í þessu hlutverki að taka á móti fólki, greina það og hjálpa til með næstu skref. Þarna tóku 2 fermingabörn á móti okkur. 2 litli læknar sem voru kannski búin að vera í viku á geðdeildinni. Ég er nú ekki sérstaklega óákveðin kona og fer ekki með veggjum og þið getið ímyndað ykkur þegar móður eðlið rís upp að það dvína þau einkenni ekki sérstaklega. Ég held ég hafa alveg verið kurteis samt en við skulum orða það þannig að ég tók dálítið yfir í viðtalinu. Og þetta minnir mig pínu á það sem að Einar var að tala áðan. Hann þurfti svona að beina umræðinu á réttan stað til þess að það kæmi í rauninni nógu vel í ljós hvað mammans var lasin. Og þetta var nákvæmlega það sem ég gerði. Þannig að Einar er náttúrulega algjör heti, hann er ekki einu sinni hjúkrunarfræðingur á Geðdeild. Já, ég sko í krafti reynslu minnar þá vissi ég nákvæmlega hvað þyrfti að koma fram í þessu viðtali til þess að hann fengi þá hjálp sem að hann klárlega þurfti. Og já, þannig ég lét mitt ekki eftir liggja. Það varð úr að drengurinn var lagður inn
Ég vildi að hann yrði lagðurinn á bráðageðdeild, deildina mína. Á þessum tíma var ég reyndar ekki á vöktum, ég var í öðru verkefni fyrir deildina, svona ritstjórnarverkefni, þannig ég var ekki að vinna sjálf inn á deildinni sem betur fer. Hann var samt ekki lagður inn á þá deild fyrir en eftir nokkra daga. Fyrst var hann settur á aðra deild og svo kom bara í ljós hvað hann var hryllilega veikur og þá var hann fluttur yfir. Hann var settur á deild sem ég þekki auðvitað líka því ég hef tekið aukavaktir allt hús. Og mér þótti óskaplega gott í raun og veru að vita svona mikið. Að vita hvað fór fram bak við þessar luktu dyr. Að vita eðli lyfjanna og hvaða möguleikar væri í stöðunni. Vita bara strúktúrinn á deginum hans. Hvað væri þau að gera við litla strákinn minn allan daginn? Hann er ekki lítill kannski en samt litli strákurinn minn. Þannig að þessi vissa og líka auðvitað hugsið ykkur, ég þekkti fólkið sem var að taka á móti honum. Þetta voru bara vinir mínir. Og þrátt fyrir alla að ég hafi ofurtrú á fagmennsku innan geðsviðs, að þá held ég að ég geti fullyrt það að sonur minn fékk betri þjónustu heldur en hann hefði fengið ef ég væri bara einhver algjörlega utanaðkomandi manneskja. Ef ég væri bankastarfsmaður úr Breiðholtinu eða einhver bara sem vissi ekkert geðdeild og hefði aldrei komið þarna inn og þekkt ekki neitt. Þó að við séum fagleg og veitum öllu sömu þjónustu, þá erum við líka mannleg. Þannig að það er alveg eðlilegt og ég held að hann hafi fengið alveg ekstra góða þjónustu sem eru þetta frábært. En það fær mig til að hugsa til allra hinna sem að búa ekki við þennan lúxus. Og þegar hann lá inni þá hugsaði ég mikið þetta. Hvernig mín tilfinning hefði verið ef ég hefði verið algjörlega græn og bara séð þetta hvíta hús á horninu sem er svona hálfpartinn eins og fangelsi og séð geðsjúkrahús í bíómyndum og við erum ekki haft neina hugmynd kerfið. Þannig að mér þótti ég vera í mikilli forréttindastöðu hvað þetta varðaði að hafa alla þessa þekkingu. Þannig að þekkingin er blessun en hún er líka böl. Vegna þess að það var mjög erfitt að sleppa takinu. Sjálfsögðu vildi ég stýra meðferðinni. Ég vissi hvað væri honum fyrir bestu og ég þurfti að berjast mikið við sjálfa mig til þess að sleppa takinu. Ég var með lyklavöld á bráðageðdeildinni og þó ég væri ekki á vöktum þá gat ég bara hleypt sjálfur mér inn og sest við tölvu og skoða síðustu rapport drenginn. Auðvitað gat ég gert það. Ég gerði það, ekki lengi samt. Ég hafði skoðanir á öllu. Sérstaklega þegar hann var á hinni deildinni sem ég treysti ekki alveg eins vel og minni deild. En það kom samt að því að hann Ingólfur Sveinn, sérfræðingur á 32C hringdi í mig, greinilega verið látin í það erfiðar hlutverk að hringja þessa biluðu stjórnsömu móður og við áttum gott samtal og í kjölfar þess að þá leið mér betur og ég gat sleppt takinu og treyst þeim til að taka bestu ákvarðanirnar. Þannig að þetta var alveg gríðarlega stórt verkefni fyrir mig. Hlynur var fyrirmyndasjúklingur, hann var ægilega skemmtilegur, hann er svo blíður og góður og var þarna kolmanniskur en alveg ofboðslega ýkt útgáfa af sjálfum sér. Hann var mikið að leggja hendur yfir fólk og reyna að lækna það og hann strauk út af deildinni en bara til þess að fara á aðra deilda, til þess að nota lækningagáfuna sína þar. Ég þakka líka fyrir að við skildum ekki þurfa að beita neinni nauðung, hvorki varðandi lyfjagjöf né vistun. Það er mikið blessun að þurfa ekki að lenda í því og hef ég nú oft hort upp á miklu dramatík í slíkum málum. Lyfin virkuðu. Hlynur fór að sofa. Hann var í tæpan mánuð á geðdeildinni. Og krútlegt akkurat þegar hann lá inni og var svona komið á seinni hlutann þá fekk hann að fara í sónar með kærustunni. 20 vikna sónar. Og
svo var hann útskrifaður og hefur tekið lyf eftir það og það hefur gengið fáránlega vel. Þannig að núna eru kannski ennþá smá ský, en það svona eins og, þið vitið, eins og þegar maður keyrir Hellisheiðina og þegar það er nýbúið að rigna og mosin svona brjálæðislega fallegur á litin, vitið hvað ég meina? Og svo kemur stundum svona smá sól og það alls konar sólargeislar á fíneri. En skýin alveg þarna og ég held ekki að þetta sé búið. Ég held að við höfum bara rétt verið að stíga upp í okkar rússíbana. En ég alveg full af þakklæti fyrir það að þetta skyldi ganga þetta vel og líka fyrir innsæið sem að hann virðist hafa, allavega í upphafi, þetta er náttúrulega mjög stutt og ung sjúkdómsganga hjá honum, en hann hefur innsæi, hann bregst við þegar hann finnur kvíða eða hann tekur eftir því þegar að líðanin hans breytist. Og nú það þetta hlutverk okkar að styðja hann í gegnum það og þá ég aftur alveg óendanlega þakklátt fyrir mína þekkingu og reynslu af því að styðja þá sem eru með geðsjúkdóma. Bæði gegnum vinnuna og náttúrulega persónulegu reynsluna. Annað sem að mig langar að nefna sem að líka dýrmætt og tengist því að tala opinskátt geðsjúkdóma, það húmorinn. Hann hefur húmor fyrir veikindunum sínum og það ég ótrúlega þakklátt fyrir. Við sitjum stundum og borðum eitthvað gott saman og með honum og kærustunni og tölum eitthvað flip sem að hann hugsaði þegar hann var veikur og svo skellir hlæði við og hann skellir hlæðir og þetta fyndið líka. Af því að mani ekki bara hræðileg, hún líka flipið. Ég fór með hann til læknis daginn, hann kom í nýjan geðlækni, reyndar 3. geðlæknin, síðan hann útskrifaðist, ég fatt ekki alveg mitt, þú veist. Já. Og mér fannst hann eitthvað pínu blöðra bak við eyrun og ný útskrifaður og ég alltaf, þú veist, ég ákvað samt að segja ekki neitt, þú veist, hann vissi ekkert mig en neitt held ég. En ég ætla að gefa hann séns. Hann bauð mér allavega að koma með og Hlynur var sátt við það og svo var ég uppfull af einhverju svona gagnrýni og innri spennu eftir viðtali, sko, akkur sagði hann ekki þetta, akkur sagði hann ekki hitt, en þá myndi ég allt í einu, heyrðu, hann þarf að fá að vera í sínu hlutverki hérna. Hann sagði mér því að það væri verið að stofna teymi innan geðsviðs sem verður ætlað að styðja fólk sem er með geðhvörf og hann vissi ekki hvenær, hvort það væri áriða eða 3 mánuðir, en ég bara lýsi því hér með yfir opinberlega, ég vona að það vera sem allra fyrst því að ég held að sé til mikils að vinna með þennan sjúklingahóp eins og annan að halda fólki utan stofnana eins og hægt er. Ég held að við höldum fólki allt of lengi á spítölum. Ég held að það sé ákveðin tregða við að útskrifa oft, hræðsla jafnvel hjá fagfólki. Og ég held að í gegnum reynslu mína á bráðadeild, eða þjónustunni, göngudeildina sem fólk mætir bara inn á götunni, að þá held ég ekkert bara, ég veit að okkur skortir ótrúlega úrræði til þess að styðja fólk heima svo að það verði ekki það veikt að það þurfi innlögn, skotin hafið það. En þetta verður örugglega framtíðin og við erum örugglega öll sammála það að það til mikils að vinna að halda fólki utan stofnana, eins vel að við getum. En ég vil bara þakka kærlega fyrir mig.